Kristinn G. Jóhannsson listmálari á Akureyri hélt sína fyrstu málverkasýningu 17 ára gamall árið 1954. Nú á haustmánuðum 2024 hélt hann upp á 70 ára afmælið með nýrri sýningu í mjólkubúðinni svokölluðu sem sést hér fyrir aftan mig. Það stóð þannig á fyrir mér að meistararnir mínir báðir sem hafðu kennt mér ungum, fyrst Jónas Jakobsson myndhöggvari og síðan Haukur Stefánsson, listmálari og hann vann nú við húsamálingu en hann var listlærður, að þeir voru báðir horfnir mér. Ég hafði sagt skilu við Jónas þegar ég fór yfir til Hauks og svo deyr Haukur besta aldri í ársbyrjun 53 og þá stend ég uppi nokkurn veginn svona berskjaldaður. En ákveð samt að potast áfram, ég hafði á þessu brennandi áhuga og svo eins og gerist, þá náttúrulega safnaðist saman alls konar dót og það var svo, ég ákvað svo í einhverju, svona upphafningarkasti að sýna þessi ósköp og það verður síðan úr að ég fæ herbergi á Æskulýðshöllinni Varðborg og þar voru 3 veggir og einn gluggi, stór og með gardínu þykkum og pabbi tók nú að sér að sníða ramma yfir það sem var hægt að ramma inn. Annað var ekki þannig gert og vatnslitamindir hengdu við bara á gardínuna með nælum og gifsmyndir átti ég nokkra líka frá Jónasar tímanum. En fyrir rest þá voru búin að setja upp 62 verk á 3 veggi og 1 glugga og svo var bara opnað. Vakti þetta athygli í bænum? Já, það gerði þannig. Það var talað vinsamlega þetta í einu blaði, það var Dagur, Haukur Snorrason var þá, það var nú aðalblaðið í bænum. Haukur Snorrason var ritstjóri og ég fór þangað til þess að kaupa auglýsingu og þá greip hann mig og sagði frá þessu á forsíðu og svo var skrifað gagnrýni, Emil Sigurðsson skrifaði hógværa gagnrýni og svo náttúrulega fréttist þetta skólan. Ég var þá komin í 5. bekk í Emma og það sem munurinn á aðsóknu núna, til dæmis þessari sýningu sem ég með núna, þegar við tölum þetta, þá það að nemendur í Emma, þeir flykktust á sýninguna. Bekkjarsyskin mín og kennarar og allt svona virðulegt fólk kom. En nú ég hef þurft að innritast í Emma aftur til þess að eiga skólasyskin núna til þess að efla aðsóknina. En ég lét það vera. Var búinn að læra ablativus absolutus á þessum árum og þetta var svo gott að ég mátti gleyma þessum ablativusi af því að Þórarinn Björnsson sagði við mig vinsamlega að ég mætti koma ólesin í skólann meðan á þessari dýrð stæði. Og það munaði nú að Viljum sagði, þannig að ef átt að fara eitthvað að reykja með garnirnar þá mátti ég afsaka fávisku mína með því að ég hefði fengið leyfi til þess eða mér hefði verið gefið leyfi til þess að kunni ekki neitt. Þannig að þú átt málverkinu mikið að þakka? Geysi mikið, þannig hálfan mánuð og misjafnlega mikið eftir það. En 17 ára, þú hefur nú verið með þokkalegt sjálfstraust til að byrja?
Já, allir þetta hafi ekki verið til þess að efla eða vita hvort maður gæti komist svona eða fengið einhverja týru á sig, sko. Allir það ekki. Nei, ég var ekki með mikið. Ég var ekki með sjálfstöðstíð, en kannski hef ég verið að gera þetta, sko, þegar við förum að rýna þetta sálfræðilega, meðal annars til þess að týran beindist að mér að einhverju leyti. En hvernig að hugsa þessa daga núna, 70 árum síðar? Eilíft sólskinn, allan sólarhringinn, hvernig sem viðraði, já. Og hér erum við í dag með þessa sýningu 70 árum síðar. Já, það hefur gengið ýmislegt á fyrir mér í middeltíðinni, en núna ákvaði ég að halda þessu sýningu til þess að halda upp á það að nú væri 70 ár liðin frá þessum sæludögum og mála allt öðruvísi, en þessi sýning á það sameiginlegt með henni fyrstu að hér hef ég 3 veggi og 1 glugga og það er það eina sem það eiga sameiginlegt. Það er alltaf sami skortur á sýningarhúsnæði á Akureyri, það er svona eitthvað sem bara loðir við okkur. En engin ablatífus? Sko, nú er ég búinn að gleyma honum, ablatífusunum, absolutus, og hef ekki svo sem haft mikla þörf fyrir hann gegnum lífið. Nei. En hvað einkennir þessa sýningu? Það einkennir hann að þessa sýningu að ég ákvað núna að mála það sem ég sé með augunum. Og þess vegna verða til, ég hef búinn að ganga lengi í þessar brekkur í innbænum, en þá hefur brekkurnar alltaf verið svona megin atriðið, en núna ákvað ég, og húsin hafa myndað svona pínu kögur neðst og ekki verið svo sem merkilega mannvirki. En núna ákvað ég að flytja húsin upp og gera þeim skil. Það helgast nú að því líka að ég er orðinn meðlinni göngugarpur og geng alltaf þess þarna í innbænum áður en að ég sest að á morgnana, og þess vegna hafði svona sótt að mér með meiri þunga og þess vegna ákvaði ég að gera þeim þessi skil. Núna þetta mörg hver elstu núlifandi hús bæjarins, af því að bærinn var alltaf að brenna og hreinsa til svona. Og þannig að þó að þetta sé ekki heimildarmyndir, þá er þetta samt myndir innbæinn eins og ég sé hann núna á þessum ferðum. Ég fer hins vegar mjög frjálslega með húsin og það fer hverfur sem að á ekki erindi eða sem að þarf ekki vera og svo er bætt við ef að þarf eitthvað vantar. Þú losar við glugga á nokkrum húsum? Já, svo loka ég sum og opna aðra. Það er alveg harfitt, ég er ekkert mjög nákvæmur í því. Þetta er ekkert endilega raunsæi? Nei, það er hreint ekki, en hins vegar þá gefur þetta í kynna byggðina eins og hún er núna í dag og fær vonandi að eldast bara áfram eins og ég. En það er gluggi hér á þessu sýningarsal og við sjáum bæði inn og út. Já, gallinn eða það sem er munurinn á þessum glugg og þeim hinn fyrri í Varðborg er það að hér vantar gardínuna til að hengi. Svo hann nýtist verð, en það eru verkin hér ekki nema 18 á mótið 62 í hinni fyrstu sýningu. Það var sýnd eins og sumir gera, það var hengt í mörgum röðum, alveg frá gólflistofu upp í loft eða öfugt. Eru þessi 62 verk dreifð allar jarðir? Já, ég á eiginlega, það er einstakar sinn sem ég rekst á einhver rifrildi af þeim, en það er mjög sjaldan. Ég á ekkert af þeim. Þau eru farin.
Þetta var nú misduglegt auðvitað en ég á þó gifsmyndir sem við þykir vænt að eiga. Það var af svona, þá gerðum maður portrett, svona vangamyndir á skjöld sem var þá dálítið í tísku að búa til svona vangamyndir af merkum mönnum. Og þegar ég var hjá Jónasi þá fékk hann fyrirsætur eða fyrirseta sem maður átti svo að móta hausinn á. Já. Þegar þú sérð mótíf, segjum hús, málar það eins og þú sérð það upphaflega eða þróast þetta? Þetta þróast eftir marga mánuði í gerjun og aðalatrið náttúrulega búið til málverk en ekki að búið til mynd af húsi. Já. Og þess vegna fer allt á skjön stundum og verður kannski ekki voðalega líkt því sem var upphaflega vegna þess að fyrst og síðast ég að búa til málverk. Hvort að hús eða brekka slæðist inn í, ég hef látið það gerast núna að húsin slæðist með en þá verð ég aðlaga þau að málverkinu.